Komið sæl og ég ætla að leyfa mér að byrja á því að hrósa hér atvinnurekendum fyrir því að þá hugmynd að taka þetta hérna fyrir til umræðum. Það undirstrikar auðvitað mikilvægi þessa málaflokks að við skulum vera að ræða þetta hér á þessum vettvangi. Þetta er sem hluti af efnahagsstarfseminni. En það er svona kannski kann það hljóma svolítið öfugmæli, það sem ég ætla þá að segja hér í upphafi, að ég er þeirra skoðunar að það skipti samt sem að mjög miklu mál að gleyma því ekki að þegar það kemur að stuðningi ríkisvaldsins við skapandi greinar, við menningu og listir, þá auðvitað helgast það ekki, sá stuðningur helgast ekki af efnahagslegum áhrifum þessara þátta. Það er ekki grunnhugsunin. Grunnhugsunin er önnur og ég þarf ekki að hafa langt mál það, en vil þó bara segja að þetta snýst þessa aðra þætti sem hérna voru nefndir áðan í inngangserindi. Það er að segja að við trúum því og vitum og höfum fyrir því mjög góð rök að með því að styðja við menningarstarfsemi og listir í landinu með opinberu fé séum við að hafa jákvæð og mótandi áhrif á samfélagsgerðina. Við séum að gera það verkum að það sé auðveldar að búa saman í samfélagi og lifa þar einhverju merkingabæru og góðu lífi. Og það eru hinn stóru rök í málinu, ásamt því að það er líka rétt að styðja við listina bara vegna þess að hún er í eðli sínu leitað sannleika og fegurð og leið líka að takast á við þá spurningu hver eru við og allt það. Og það er eðlilegt að við styðjum og við verðum og þurfum að styðja við það. Vegna þess að vandinn við það að rökstyðja stuðning við menning og listir með efnahagslegum áhrifum þessara þátta er að slík rök mun þá eiga við líka aðra efnahagsstarfsemi. Það til dæmis að sjávarútvegur skili hagnaði er ekki rök fyrir því að ríkið styðji við þá atvinnugrein. Og svo mætti lengi halda áfram. Rökin eru með öðrum orðum önnur og þau eru mun þyngri og má alls ekki gleyma þeim í þessar umræðu. Ég hef áður nefnt þetta þar sem við höfum ræðið svo hluti og mér finnst ekki nógsamlega þetta sagt því að það væri mikið, held ég, ógæfa fyrir okkur ef við farum að ræða stuðning við menning og listir alfarið út frá því hverju það síðan skila aftur í ríkiskassan. Hitt eru þetta síðan og það eru þetta mjög jákvætt og það er gott fyrir samfélagið allt að það sé atvinnustarfsemi sem að skili verðmætum í krónum og aurum á þessu sviði. Það er mjög jákvætt og skiptir máli, rétt eins og bara öll önnur atvinnustarfsemi skiptir máli. Það skiptir máli að okkur takist vel til í verðmætasköpuninni, þannig að við getum búið þegnum Íslands gott líf, þannig að við höfum efna því að reka gott heilbrigðiskerfi, byggja vegi, sjá fyrir öldruðum og svo framvegis og líka áttu eitthvað afgangs til þess að lifa lífinu. Og þar, þegar kemur þá samkvæmt þessari skilgreiningu, þá er alveg augljóst á gögnum að hinar svokölluðu skapandi greinar eru þar að skila og sennilega hærri upphæðum heldur en margir gera sér grein fyrir. Eitt er auðvitað svo efnahagsstarfsemi sem að við köllum samkvæmt skilgreiningu hinar skapandi greinar sem byggja á eins og hér var sagt á svona menningarlegu, listrænu og afþreyingargildi og svo framvegis. Vandinn auðvitað bara með menninguna er að hún er svo vítt hugtak. Að það er svolítið erfitt að nota hana sem einhvers konar grundvöll stefnumótunar. Menning er, og mér finnst það besta skilgreiningin, menning er allt það sem við gerum vel. Það sé grundvöll, það sé skilgreining á menningu. Mér finnst það ágætis skilgreining, það er auðvitað miklu víðara heldur en listahugtakið. En undirstrikar þá leið þennan vanda hvað köllum við nákvæmlega skapandi greinar. Mér finnst að við eigum ekki að hafa allt og miklar áhyggjur af því að það sé ekki hægt að skilgreina þetta nákvæmlega í tölunum hjá Hagstofunni eða í einhverjum þjóðhagsreikningum. Það að því að sko ef að rökin fyrir þátttöku ríkisins og stuðningur er ekki akkúrat sá hvort að það komi þarna fleiri krónur að færri, þá skiptir það ekki öllu máli. Aðalatriðið er að þetta gerist. Það sé hægt að benda á þetta en aðalatriðið þetta er að gerast. Og þetta gerist annars vegar í fyrirtæki sem við myndum kalla svona samkvæmt einhvers konar skilgreiningu, skapandi greinar. En ekki minna mikilvægt að mínu mati er síðan áhrifin sem hennar skapandi greinar hafa á aðra atvinnustarfsemi. Hönnun og listrænt innsæi, sköpunargáfa. Allt er þetta atriði sem að skipta verulega miklu máli í framleiðslu á hefðbundnum vörum og þjónustu. Það hvernig við markaðssetjum eða það hvernig við hönnum vöruna og svo framvegis skiptir verulega miklu máli
og þar einmitt koma þeir til sögunar sem að hafa þessa þjálfun, þennan bakgrunn, þessa getu sem við köllum skapandi greinar. Grundvöllurinn undir því öllu saman síðan ekki síðan það hvað við setjum mikla peninga í styrki, að mínum mati. Grundvöllurinn menntakerfið. Það að segja hvernig við mentum og undirbúum fólk undir þessi störf. Það aðalatriðið. Síðan kemur þessi fjárhagslegi styrkur og ramminn utan atvinnustarfsemina, skattaumhverfi og annað slíkt. En grundvallaratriðið menntunin. Menntun á öllu skólastigum, alveg frá leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og upp í háskóla. Við höfum á Íslandi byggt upp af margt mjög áhugavert kerfi og fyrirkomulag hvað þetta varðar. Ég nefna sem dæmi tónlistina. Við höfum byggt upp á Íslandi feikilega öflugt menntakerfi á sviði tónlistar. Og það eiginlega hvar sem við búum þá aðgengi að tónlistarmenntun. Og þetta aðgengi, þessi áhersla hefur skilað sér í því að við erum með ótrúlega öflugan tónlistariðnað. En grundvöllurinn menntunin. Ég ekki þar með að segja að klassísk tónlistarmenntun sé grundvöllur alls, heldur bara það að það almenn menntun. Og ekki bara þeirra sem að verða síðan tónlistarmenn, heldur líka menntun þeirra sem verða hlustendur. Þjálfun í tónlist hjá þeim sem síðan verða hlustendur, sem kunna gera kröfur, kunna greina á milli þess hvað skemmtilegt og áhugavert, hvað nýtt og svo framvegis. Það má alveg halda því fram að það sé heilmikið verkefni óunnið hjá okkur í því að byggja upp sambærilega menntun, sambærileg menntaúrræði á sviði ýmissa annarra listgreina heldur en tónlistar. Þá horfi ég til dæmis á kennslu í dansinum, í kennslu í myndlistinni og svo framvegis. Þetta allt komið af stað og komið á veg, en það heilmikið starf eftir í því að tryggja það að það sé öflugt menntakerfi á öllum megin sviðum listarinnar sköpunar. En þó vil ég sérstaklega nefna með tónlistina, því þar hefur á undanförnum misserum verið mikil umræða fyrirkomulag þess náms, að við höfum verið að skoða og ræða opinberi vettvangi það hvernig til dæmis styðjum við sem best við í námi við þá einstaklinga sem hafa tekið þá ákvörðun eða eru líklegir til þess að velja sér tónlist sem starfsvettvang í lífinu. Af því við vitum að menntabraut þeirra, menntaferillinn annar. Og við þurfum að vera tilbúin sem samfélag að bjóða upp á menntaleiðir fyrir þessa einstaklinga sem að ætla sér að leggja út á þessa braut sem að henta þessum einstaklingum. Sem henta þeirra námið, sem henta þeirra framtíðar skipulagi, framtíðar fyrirkomulagi eða framtíðar áformum öllendur. Og við höfum verið að ræða þetta verulega á vettvangi tónlistarinnar og við munum þurfa að ræða þetta í raun og veru fyrir alla listgreinar. Það þetta mark hjá Leopold. Nei, það nefnilega þau eru öll upptekin og spiluð aftur og aftur. Svo sjaldan. En það sem sagt menntunin sem þessi grunnur. Það þessi menntun sem að skiptir svo miklu máli fyrir okkur þegar kemur að vexti og að því að viðhalda því sem við nú þegar höfum gert og síðan efla það. Listaháskólinn, síðan brautir innan framhaldsskólana, listabrautir, hönnunarbrautir, nýsköpunarbrautir, allt þetta að finna inn í framhaldsskólakerfinu og það mikil áhersla í grunnskólakerfinu okkar á nýsköpun og þá hugsun sem að baki nýsköpunar. Og alveg niður í leikskólan sjáum við áhrif af þessari hugsun. Og ég held að þetta sé mjög jákvætt og ég held að við séum á réttri leið. Og ég held að við getum leyft okkur aldrei svo vant að horfa hér á eitthvað sem að gerast á Íslandi og segja, já þetta bara býsna gott hjá okkur, þó við getum vissulega gert betur, en þá erum við að gera margt gott hér. Enda sjáum við það í árangunum. Það ekki, skal ég segja ykkur, alveg normal, ef maður má nota það orðalag, hversu vel íslensku til dæmis listamönnum hefur tekist að koma list sinni á framfæri á alþjóðlegum vettvangi.
að 330.000 manna þjóð skuli geta státað því að það séu kvikmyndagerðarmenn sem að búa til verk sem að þykja áhugaverð út fyrir landsteinana, það séu tónlistarmenn sem að semja tónlist sem er áhugaverð út fyrir landsteinana og það séu myndlistarfólk sem að semja myndverk, búa til myndverk sem að ná út fyrir landsteinana og svo framvegis og framvegis. Ég ætla að telja þetta aðmálið, rithönduna, ég ætla ekki að gleyma því, rithöndunum okkar sem að hverju einasta ári er að fá bækur þýddar eftir út allan heim. Þetta er ekki sjálfgefið, sjáðu, fyrir 330.000 manna þjóð. Og það er eitthvað sem við erum að gera rétt. Það er eitthvað sem við erum að gera rétt í þessu og við erum að vera ánægð með og stolt og halda til haga í umræðu. Þó að enn og aftur svo sannarlega getum við alltaf bætt í, en við erum að gera góða hluti hvað þetta varðar. Það sem ég finnst þess svona skipta miklu máli, svo ég summeri nú hérna aðeins upp þetta, það er samhengið á milli listarinnar og menningarinnar annars vegar og síðan atvinnustarfseminnar hins vegar og hvernig þetta nýtist saman, ekki bara í fyrirtækjum sem eru raunverulega köllu skapandi fyrirtæki heldur í allri atvinnustarfseminni. En að lokum vil ég segja þetta og það kem ég nú aftur inn á tónlistina. Það skiptir máli hvernig ríkið stendur að sínu stuðningi. Við erum með listamannalaunin okkar sem að ég tel að séu þrátt fyrir að menn geti rifist það hvernig þeim er útdelt, sé nokkuð óumdeilt að menn vilji hafa slíkt kerfi, menn vilji styðja við listamanna með listamannalaunum. Ég held að það sé ágætt sátt það í samfélaginu. Við erum með ýmsa sjóði sem eru tilheyra ýmsum aðskiljanlegum listgreinum sem að við styðjum við með beinum framlögum þannig. Og þannig mætti lengi telja og mér langar að nefna hér svona eina nýjung sem að ég tel að geti haft hér verulega áhrif aftur að tónlistinni sem að er hljóðritunarsjóður. Við vitum það að í tónlistinni sem reyndar og í bókmenntunum að þá eru að verða mikla breytingar og hafa verið mikla breytingar varðandi þau viðskiptamódel sem eru til þess að selja tónlist. Sama eins og ég á við með bókmenntir og reyndar kvikmyndirnar. Það er að segja að dreifimódelin er að breytast og það er að koma og hverfa og koma ný viðskiptamódel. En eitt mun ekki breytast að til þess að geta dreift tónlist þá þarf að taka hana upp. Það er grunnforsenda og hún breytist ekki. Og þess vegna tókum við ákvörðun það í fyrra sem kemur til framkvæmda þessu ári að búa til hljóðritunarsjóð, sérstakan og settum í hann á 35 milljónir til þess að styrkja við upptöku á tónlist. Með öðrum orðum, þetta er aðgerð sem er hlutlaus á dreifileiðirnar, sem tekur ekki afstöð til þess hvernig á að dreifa þessari afurð, en við reynum að styðja við það að búna til. Þar sem við vitum að er óumflýjanlegur kostnaður. Og ég held að þetta sé svona dæmi það sem að við þurfum að ræða, það er að segja hvernig stöndum við að stuðningi við listinnar, hvernig nýtum við best fjármagnið, án þess að vera að skipta okkur síðan af því hvað markaður síðan gerir í framhaldinu. Þess vegna finnst mér þetta gott dæmi slíkt og ég held að þegar að upp er staðið og mann skoða styrkjakerfið okkar að þá sé alveg ástæða fyrir okkur að ræða það rétt eins og umræðan hefur verið núna listamannalaunin. Það sem að menn hafa í raun og veru ekki gert kannski stóran ágreining listamannalaunin sjálf, heldur hvernig er staðið á útlutunni. Það er sjálfsagt að við séum skapandi í þessar umræðu. Finnum bestu leiðirnar. Náum góðu samkomulagi hjá þjóðunum það að við ætlum okkur og munum styðja við listir og menningu og ræðum það síðan opið hvernig það er best gert. Og þess vegna tek ég þetta dæmi hér við hljóðritunarsjóðinn dæmi sem ég tel að sé sniðugt eða nokkuð snjöll leið að því að koma stuðningnum til skila. Lokum þetta. Það var auðvitað hér í aðdraganda hrunsins miklu meira það heldur en er núna að einkafyrirtæki væru að styðja við listir og menningu og þar með taka þátt í því að skapa umhverfi fyrir þá starfsemi sem við köllum skapandi. Ég auðvitað vonast til þess og við eigum að ræða það hvort við getum ekki beitt betur skattakerfi ríkisins til þess að auka stuðning fyrirtækja og almennings við listir og menningu. Sá stuðningur mun síðan, ef menn er að hugsa í krónum og aurum, skila sér inn í það að búa til fólk sem síðan getur farið inn í atvinnustarfsemi, hvers konar, hvort sem að ræða hefðbundna eða þessa skilgreindu atvinnustarfsemi sem við köllum skapandi greinar eða með einhverjum öðrum hætti en nýtast inn í efnahagslífið. Þannig að þetta er algjört lykilatriði síðan þá, það er stuðningurinn og menntakerfið. Fleira er það ekki sem ég ætla að segja en ítreka þakkir mína til forystumanna hér það að taka þetta efni fyrir. Ég tel það sé mjög mikilvægt og þakkarvert. Takk ykkur kærlega fyrir.